held ég. Jæja, en það búið að borða mikið undanfarna dögum og það náttúrulega vel og menn hafa eflaust notið frísins. Þetta orðið næst lengsta frí á árinu. Það var allavega orðið þannig, ég veit ekki hvernig það voru ekki margir sem að sýndu á sér farast niður í könnun sem við gerðum fyrir páska. Nei, en 14% sem ætlaði að vera að heiman, ef ég minni rétt. En mér sýndist þar sem ég fórum vera miklu meira fólki sem að fóru eitthvað. Já. En það nú eitt og svo það annað þegar að menn eru búinir að lofa sjálfum sér því að eftir að vera leyft sér ýmislegt í matnum að þá þarf maður aðeins að huga því að vorið að koma og menn vilja koma sæmilega spengilegir út í sólina. Já, en það málið að skjóta sér aftur á steinöld? Nei, við rákumst á einmitt skrif Steinars Adolfssonar sem hefur nú verið okkar maður í næringafræðunum. Aðalbjörnsson. Og Aðalbjörnsson og það eru allarlega aftur til steinaldar sem að þú ferð með okkur og hvað áttu menn þá? Svo við byrjum nú á því. Já, menn voru kannski að passa sig svolítið eða bara reyna að ná í það sem þeim tókst að ná í þeim tíma og eins og þetta var þá vantaði svolítið upp á það sem við höfum núna eða hvort það sé hægt að líta á þetta með öfugum hætti en allan að mataræði steinaldamannsins eða hellisbúans var svolítið öðruvísi heldur en að mataræði okkar er núna. En mér langar aðeins að spyrja ykkur, eru þið hérna áður í verkast út í þetta, eru þið einn af þeim sem að borðuðu þessi 1,3 miljón egg sem voru framleidd, páskaegg sem voru framleidd núna fyrir þessa páska? Part af þeim. Það ekki? Jó. Þetta er gaman að þessu. Já. Lítinn hluta samt. En er okkur sagt að súkkulaði sé meinholt? Já, þetta ekki, það er nákvæmlega. En kannski vandamáli eða áskorun fyrir okkur svona sem viljum fólki vel með heilsu og mataræði er að núna eftir páska þá er náttúrulega fólk búið að borða svolítið vel og ansi mikið að páskaegnum búið að fara hon í fólk og fólk vil náttúrulega komast á stað og réttu línuna aftur og helst stytta sér leið í bikiníið fyrir sumarið. En það er náttúrulega ekki til styttri leið, maður verður að leggja þess að vinna á sig og eina af þessum leiðin sem hefur verið kastað fram núna og Þorbjörg Hafsteins næringarþerapisti er nú að gefa út bók þetta paleo eða hellisbúafæði og það er á margan hátt mjög sniðugt fæði. Það er verið að passa okkur lagt til að við passum okkur á mikið unnum vörum og mikið af salti og sykruðum vörum sem er allt gott og vel en við verðum alltaf að passa okkur á að líta á þetta heilstætt og þar til dæmis í skrifum hennar erum að tala að við erum að henda út mjólkurvörum og brauð og kornmeta því að það hendi okkur ekki að því að það var ekki til staðar hjá hellisbúan, en tilfellið er náttúrulega bara það og þetta vitum við sem að þekkjum aðeins til að korn og kornvörur og brauð var til fyrir 30.000 árum og mjólkurvörur eða þar að segja vörur úr nautgripum, þar með tali mjólk voru til staðar fyrir rúmlega 8.000 árum. Þannig að þetta er svo sem ekkert eðlilegt að ráðleggja okkur að henda þessu út bara því við ætlum að fylgja einhverju hellisbúa fæði. Já, þetta verður svona, við höfum orðið lengi verið samferða manninum, mjólkurvörur og kornvörur. Já, en það líka, við megum náttúrulega ekki gleyma því að sitt sýnist hverjum með mjólkina, að mjólkin og mjólkurvörur eru í raun og veru skásta uppspretta kalksins og pislahöfundar eins og Þorbjörg og fleiri eiga enn eftir að svara því hvaðan ætlum við að fá kalki vegna þess að líkamannum tekst ekkert sérstaklega vel að ná kalkinu til dæmis úr dökku grænmeti. Það sem er að vísu nóg af því, til dæmis svo spínati. Þannig að þessi spurningu hvernig við ætlum að hafa kalkbúskapinn góðan og fá okkur ekkert af mjólkurvörum hvort sem það sé ostur eða jógurt eða bara drykkjarmjólk, þá enn eftir að svara því hvaðan kalki á að koma. Það er meira svo sem og við verðum alltaf að muna eins og ég sagði á hann að við styttum okkur ekki leið að takmarkinu og þó að það sé nú svona alltaf, hvað maður segja, svona næst okkur að vilja stytta okkur leið.
En við verðum náttúrulega eins og þið gætu í raun og veru bara tekið mig upp einu sinni og spila mig alltaf aftur af því ég fann að hljóma svo byrju plata en allt gott í hófi og hreyfing og þessi lífstíl, þetta ekki flókið, við erum að gera þetta allt á flókið og til dæmis á sama tíma og ráðleggingar eins og hjá Þorbjörgu Hafsteins að þá að tala að henda hinn á þessu út, þá að ráðleggja okkur að fá okkur 3000 milligram af C-vitamin á dag, 3000 milligram. Tilfellega það að efri mörk fyrir neyslu og C-vitamini eru 2000 milligram. Þannig að sjáu það að það ekki heil brúið þessu. Og menn hafa spáði, menn eru reyndar ekki alveg sammála þetta, en menn hafa verið að deila það, hvort að niðurbrotsefni C-vitamins í líkamannum geti haft bein áhrif á nýrnasteina hjá okkur. Þannig að menn verða bara að spurja sig hvort það sé þess virði að fara eftir þessum svona öfga ráðleggingum í mat og hreyfingu. Eins og ég segi, þegar ég gætna að spila með bara plötu, bara hóflegt mataræði og hófleg hreyfing, það eiginlega bara það sem að virka best. Já, með það að við á næsti skokkum við inn í vorið, Steinar Aðalbjörnsson, næringafræðingur. Kæra þakkir fyrir þetta. Takk svo leys.